Það ég verið komin í Sindasilir. Herðu, halló, það slappleikið þér þannig, heyri ég. Sko, hálsbólga. Það hálsbólga. Ég vona fólk höndli. Já, fólk hlýtur að gera það, ekki smittar út frá mæknum. Nei, kannski smitaði þig, vonandi ekki. Það allt í lagi, þá fæ ég bara smá hálsbólgu. Já, ég veist það. Sko, ef maður svona dagsveikur á og til, þá það allt í lagi að liggja bara heima á sér og þú veist, nú Netflix, sko, þetta svona uppáhaldsmánuðirnir mínir, sko, þegar kemur að Netflix og einhver svona streymisveitum. Þetta eiginlega svona flu season. Já, sko, það best að vera veikur á þessu seasona, þegar þetta eiginlega svona seasonu sem að raðast inn í þættir. Já, það rétt. Það komur eitthvað nýjar episódir hér og þar og eitthvað. Svo veist Óskarinn á sunnudag? Who the fuckers? Ég veit ekki, einhverju leikurum eða eitthvað. Já. Þeir sem tilnefndir, þeir eru glána. Þetta er svo íslensku tónlistaverðlunum, öllum sama. Einmitt, nema tónlistamönnunum. Nema þeim sem eru tilnefndir. Já, og Gríman, ekki láta mig byrja með Gríman í beinna og rúf. Það svo fyndið, þegar fólk að klappa hvort öðru á bakið í sama geira. Lúðurinn var helgina, auglýsingageira. Fór mig hrollur. Ég þekki svo marga sem voru þarna. Ég sá svo mikið pathetic liði sem var svo agalega ánægt með lúðurinn sinn. Sko, fyrir auglýsingu sem við gerðum fyrir, þú veist, opin kerfi. Þetta er bara auglýsing. Það var ein sem ég þekki sem alveg frábær, en hún eitthvað svona fór að sko, þyldi upp í einhverju langri Instagram-fæslu. Nei. Þú veist, bara hrikalega mikið heiður að fá taka þátt í þessu verkefni sem þetta var, ég vil byrja því að þakka, svo bara tókum svona þakkara eins og þetta væri Óskarinn, en þarna var hún einmitt að gera auglýsingu fyrir, já, einmitt, þú veist, opin kerfi eða einhvers konar hugbúnað, þú veist, I don't know. Bara eitthvað sem sem að, þú veist, eins og fólk eitthvað spá í auglýsingum, þetta er bara allt fyrir manni, skilur já, þú veist, þetta er fólki þetta er aðstoðarleikstjórar sem að spá líka auglýsingu. Second unit directors. Já, aðstoðarleikstjóri, bara annar aðstoðarleikstjóri. Já, ég var einu sinna að horfa á Skaupið með 2 aðstoðarleikstjórum. Já. Og það var mikill auglýsingatími sem fer í Skaupið á undan og þau fóru í svona keppni hver hefði gert flestu auglýsingar. Ég gerði þessa, veist það, mér langaði að skalla þetta. Maður var byrjaður að vera svona, eða sko ég hannaði nokkur auglýsingar. Já, þetta er gaman að koma að einhverju sem verður að veruleika. Nei, svo svona var ég einhvern veginn að horfa einmitt á Skaupið eitthvað líka og var svona, ég hannaði þess. En svona, en sko ég ætla samt sem að segja, auðvitað þú veist, þarna erum við að vera smá dicks af því að þú veist, auðvitað það er alltaf gaman að vinna velun. Já. Veist, við skulum ekki gleyma því. Við erum alltaf vestastaklega vel þessu vikið. Það er alltaf gaman að taka lúðurinn heim. Jú. Ha. En svo er það bara eitthvað sko, sturla fyllir í sko, og fólki sem er að fara upp á sviðið að halda þessa Óskars þakkaraðir eru sko blelluð sko, sem gerir þetta miklu fyndnara. En sko málið ástæðan fyrir að mér finnst gaman drulli verið þetta er að þú veist að vera að gera. Sástu einhvern veginn þegar Jack Nicholson bað Robin Williams? Nei. Þarna var ekki Robin Williams, já, ekki Robin Williams, takk, Robin. Þegar hann vann eitthvað velun, Golden Globe eða eitthvað og baði raun og Robin Williams, rest in peace, að koma upp á sviðið og klára þakkarauna þegar hann var svo full. Það er move. Sko, nei, ástæðan fyrir mér gaman að drulli vera þarna auglýsingaverðlaun eru sko, auglýsingar eru eru pirrandi, þannig að það er svona að gefa verðlaun fyrir sko hver er mest pirrandi ár sem svo fyndið, þetta er ekki eitthvað svona listra eða fattur þau, þetta er ekki eitthvað bíómynd. En svo er það líka mörguleiti mjög pirrandi fólk sem að vinna í auglýsingabransunum, af því að þetta er sko láttu mig þekkja það. Já, og láttu mig líka þekkja því ég þekki nokkra en þú varst að vinna, þannig ég trúi þér. Belly of the Beast. Þú var sko djúpt inn í þessu. Þetta var hrikalegt sko. En þetta mér finnst þetta að vera svo mikið sko, þetta er svona markaðsfólk. Þetta er bara fólk þetta er eitthvað svona fólk og það heldur að það sé svo miklu storytellers. Það heldur að það sé svo sko, storyteller er orð sem ég hef heyrt inn á auglýsingastofu. Hérna er mér nýmjólk, hvernig ætlar að segja söguna? Já, hvaða sögu ætlar að segja nýmjólk? Bara, og þegið en svo að finna við hann að Geira þetta stærsti framhjálpsgeiri og ég held að hann trompi fluggeiran í framhjálpsgeiri. Það er ekkert að gera í fluginu sko. Er hann okkur? Nei, það er bara ekkert að gera það ekki að mér vitandi en veistu þetta, það mikið ég er ekkert inn í svona slúðri þar heldur. Nei, en sko en þetta segja mér að þetta sé meiri framhjálpsbransi heldur en
Já, þetta helst ég hendur, kvikmyndabransi, auglýsingabransi. Já. Og líka sko, já, þetta helst ég hendur svolítið. En sko, það var náttúrulega eitthvað risa framhjáld á stofunni sem ég vann hjá og veistu hvað? Sprakk allt upp úr. Það var líka ein stofa sem sem var mjög þekkt hérna á Íslandi og þar var ein vinkona mín að vinna. Ég ætla að segja söguna, ég ætla að gera hana mjög pent. Já, það þarf að fara varlega hér. Já. Ég hafði vinkonu sem var að vinna á bar einu sinni og á þeim bar og þetta var svona þú veist, mjög róleg hitsbar og á þeim bar kom einu sinni einn framkvæmdastjóri auglýsingastofu og annar einhver svona skrifstofustjóri bæði voru í sambandi og þau fóru alltaf þangað til þess að fá sig kannski smá drykk og hamast að hvort eru hún á baði eftir vinnudaginn áður en fóru sér heim til makkana sín beint í sturtu sko þetta var svo langur dagur á skrifstofunni það var alltaf hlaupi sturtaskan hvernig ekki pent útgáfan? Það alveg nóg slæmt ég meina, þú veist, ég gæti alveg satt henni lengra máli já, sko, þú veist, þetta sem fólki gerir ég gæti nefnt staðsetningu ég gæti nefnt auglýsingastofu svo komst þetta allt upp já, þú gerir það alltaf og það var risa framhjáldarstofun sem ég var hjá alveg sko, við erum að tala bara nokkur ára sko, eftirmálum og drama bæði gift og börn og eigandi stofunar skilur en hvað er þetta við hennan auglýsingabransa þetta, þú veist, þetta langur vinnutími þetta tippakeppnin ég held að þú þurfur að vera smá siðlaust til þess að fara í auglýsingageran til að byrja með sem sko svona, þú veist ég er smá ef þú elskar það einn og einn hönnuður sem er bara eitthvað að gera þetta þú veist, bara eitthvað væntanlega bara eitthvað sem þú klárar grafísku hönnun í allavega og fara vinnu það er bara geggjað en svo eru fólki sem er að tala sögurnar, storytelling og heldur þetta sé geggjað og það fólk er nú þegar svolítið siðlaust og þá er bara stutt í framhjálp hvað heitir þetta? Tengiliðirnir og það er svona örgulega búið að rýbranda það í eitthvað svona stjóra það heitir eitthvað stjóri núna eins og það er aðan, eitthvað viðskiptastjóri, verkefnastjóri skrifstofustjóri, framkvæmdastjóri það er allir stjórar sko, þetta er mikið ego í þessu en heyrðu, ég segi að það voru ný verðlaun Birna Rún, fyrrandi gestur og vinkona þáttarins var kynnir á lúðrunum og svona þú veist, veistu stýra eitthvað og hún er út allt maður já, það er brálega að gera og hún er líka sko, ég held að hún sé langbest af því sem hún gerir þá held ég hún sé langbest í þessu að veislu stýra og vera með flip og af því að þú veist, þetta er já, ég fór upp í standi og það var svona öðruvísi þetta er nú sterk þetta er hliðin hennar þetta er hliðin og hún djókaði þess að með ný verðlaun sem að var framhjáhald ársins ok, velgert, býtu varst á þessum velunum? Nei, málega er náttúrulega bara, ég þekki það marga að ég var nánast með live feed og þegar hún tilkynnti þessi velun þá þekki ég 4 skilaboð frá 4 mismunandi manneskjum en tók hún sko, var þetta hugmyndavelunum eða var hún bara ákveð og var hún byrjað að tilnefna líka bara þetta var joke hjá henni og veistu hvað hún sagði sko hún kom í velunin sem var buttplug og dildo sem hún bara sitta svona saman eins og velunagripur ok, vel gert og bara og framhjáld ársins fær stofan Digidoo og af því þar var geggjað framhjáld seinasta sumar og allt, þú veist, pældi sko í kengunum, þú veist, allir sem að eru involveraðir voru í salnum pældi í því gott af því, það voru 5 það dó allir úr hlátri sérstaklega Digidoo af því að það er búið að segja upp þessu fólki sem hann var að og hvað heitir stofan í raun? Digidoo heitir hún Digidoo? já vá, hver bjóð til Andri vá, er hún ennþá stof til Digidoo? já, hún er held ég góð sko. já, ég ætla ekki að segja það, minnst nafn er bara skrítið já, fárlegt nafn sko ég ætla að vera eitthvað búið til eitthvað já, ok, já, ég skilði hún nefndi í raun stofun sem að þetta fræga framhjáhald gæðslega gott pældi í því og vá, hvað hún fær mikil heiður og þarna er hún bara að taka þarna fólkið sem var í þessu framhjáhaldi og henda fram fyrir ekki sko rútu heldur sko bara 4 hæða trukk og veistu hvað ég segi? Gott að því Mér veist, af hverju ekki aðeins að ég meina ef einhver, þú veist, eða maður skjóta á einhvern þú uppskerir því sem þú sáir bla 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 þú bjóst þetta sjálfur vinnur og vinkona þú bara bjóst til þetta og þú mátt bara fá nokkur skot
Yes, ég hefði viljað vera þarna bara fyrir þess. Ég vissi þetta fólk segja vorkina sér í dag, bara þetta var svo erfitt. Já, þetta náttúrulega upp til hópa náttúrulega bara hálfgerði síkópatar sem að fara í svona atriði, eða þú veist einhvað svona, já, þú veist, ég ætla algjörlega að brjóta á öllu mínu fólki og sérstaklega þá nánast að makanum mínum og öðru fólki í kringum og búa til scenaríu sem óþælt fyrir alla, bæði vinnustað, vinahópin, þú veist, bara fjölskyldunar, bara allt þetta lið sem að kringum, tilur regla 100 manns. Við erum líka bara tengdaforeldrana, eða skilur við fattur við, bara svona en það er nú gott að þau getur verið heima í þessari sleikja sjári núna, alveg bara brjálaðislega miðið sín yfir í. Hældi hvað þetta er gott fyrir þeirra vorkun, þetta lið. Það er ekki það sem á first hand. Allir á móti mér, heyrðu, ok, geggjað, flott. Þannig að þetta er Óskarinn. Þetta var Óskarinn og lúðurinn. Og hvað var eftirparti líka? Nei, já, sko, þú veist, svo fer þetta lið alltaf í eftirparti og ég held að þetta sé svona framhjáhalds kvöld ársins, sko. Já, og svona aðeins verið, eða liklaparti. Já, bæðið. Kannski búið samþykja margt. Já, ég held það, sko. En það er langt síðan við hittumst. Já, það er bara... Já, ég fekk í magan síðast og var ekki hálf átt. Og svo er bara búið að vera bara bremula að gera hjá mér. Vilt þú byrja? Já, ég get að það er ekkert jú, þú veist, það sem að gera hjá mér er að ég fór að vinna á miðvikudaginn síðasta. Já. Og ég fer til Toronto, ég kem heim, lendi, sef ég svona 2 tíma, vakna, dríf mig norður á Akureyri. Beint bara. Já. Með bara eftirmyndarsvila inni. Heyrðu, ég og Víkingur hittumst, ég tók Víking með mér. Já. Hann er á svona maka með hjá mér. Í alvöru? Já, hann flýgur með mig hver sem vill og hann má fljúga sjálfur hver sem vill. Og beint til Akureyrar. En við fórum beint saman til Akureyrar. Af öllu? Já, þegar við ætlum, sko, plani, sko, við vorum í geggjað plan. Og plani var að við myndum fljúga norður Akureyri, tjekka okkur inn á hótelið, á hótel Akureyri, sem bæði við eitt held ég flottast hótel á Norrlandinu. Er það að KEA? Nei. Hvað er hótel Akureyri? Það sem að norður. Já, það er stemming. Ég vil það geggjað. Við gistum þarna náttúrulega. Við gistum þarna, við erum búin að gera þarna saman. Þetta er ógeðslega flott. Það búið betrum bæta, nú vorum við 9 álmunni. Úf, því líkt og annars. Írinn á barnum ennþá eða? Nei, ég sá hann ekki, en það sem að gerist er að við Víkingur, við komum, það var náttúrulega að skýta viður þarna á föstudaginn. Og sem og hér? Nei, það skýta viður hér í bænum. Já. Þannig að við erum komnir, við náttúrulega, ég bara mæti á okkar standbað miða og við erum þarna búin að plana það, við myndum bara koma okkur á Akureyri á hótelinu, drífa okkur, taka geggjað æfingu, vera svolítið hólsum og flottir. Algjörlega. Og taka svo bara góða styrtu, bara sjárina safe og svo myndum við hitta Haukeðar frændans Víkings. Og hvernig var stemmingin eitthvað, við ætlum á hella djam eða voru, plani var alltaf myndum djamma, en kannski við myndum ekki byrja en snemma á við gerðum. Já. Þannig að við fundum út af því með því að við erum báðurkvöldi virkir ræktin í þessu dagana. Þannig að við hugsaum báður út frá því að myndum taka eitthvað góða æfingu, taka gott sjárina safe. Þú veist, þá erum við kannski ekki að byrja almennilega fyrir svona 7 sem er bara svona frekar venjulegt, sem er bara mjög gott að byrja. Það sem fólk gerir oft. Já, en þú veist, það sem kannski ég og minn vinahópur gerum er að þegar tækifæri gefst, byrjum við fyrr. Því fyrr því betra, í raun og veru því verð samt, þú veist, því líður á. Því meiri þinga. Heyrðu, nei, þingan, það er ekki að gera með þingu í okkur. Þetta bara hefur ekkert að gera með það. En það sem að gerist er að við komum bara í Reykjavíkurflugvöll og það er náttúrulega mikið senkun. Og við bara, god damn, bara klukkutíma senkun á fluginu. Já. Þannig að Víkingur sendir eitthvað og við alveg svona horfum, Víkingur er nýkomin vinnunni sinni, þannig að þú veist, hann var bara eitthvað hálf, bara svona, semiðina gala kortir í, sko. Og ég eitthvað nývaknar eftir flug og er bara eitthvað hálf eitthvað svona, djöfullinn. Og við förum í mikinn díalóg. Þetta er klukkan, sko, 3:30. Dag. Já. Við förum í díalóg. Eftir ræktina, fyrir ekki það? Nei, við náðum ekki að fara ræktina. Já, náðum ekki, ok, já, shit. Sko, við erum ennþá Reykjavíkurflugvöll þarna. Já, ok, meinar, sorry. Já, þú veist, við komumst ekki að stað. Ég skil. Þannig að það sem gerist er að við tókum brjálaðan díalóg og erum að ræða, eigum við, þú veist, erum við þá að fara að fá okkur bjórn núna eða eigum við að fara ræktina þegar við komum. En þá er náttúrulega komið svo mikið senkun og þá erum við búin svo sent og þetta er svona díalógur sem að svona 2 dálítið svona functional alkoholistar taka saman. Já, á leiðin í bjórferð. Svo sendir Víkingur á frænda sinn og frændan segir að senkun, sleppið í geiminu, fá okkur bjór. Við tókum því bara sem að við gerum það. Þannig að þetta byrjaði á Reykjavík, við byrjum á Korknum. Korknum, já. Upp á flugvelli. Já.
og það teknir 2 þar, svo lendum við þá teknir þannig að þetta byrjaði allt saman miklu fyrir en við ætlum að gera þið voru með plan og í raun og veru við vorum með plan sem virkaði ekki en það var ekki ykkur að kenna, það var seinkun nei, þetta virkaði ekki eins og planið núverandi ríkisstjórn það voru bara örlögin já, þannig að við erum byrjaðar þarna hellaðins í okkur og svo byrjaði þetta bara, við bara heldum að sé okkur á Hótel Akureyri, svo tek ég einhverja góða styrtu, Víkingur fyrir eitthvað hefur sér til og svo fyrir við hittum frændans og Eyju og við erum bara orðnir hellaðis. Já, Eyja Vínbar. Já. Já. Og þarna skrítin stemning þar. Við hefum náttúrulega verið þarna svolítið. Já, það var ekki skrítin stemning þá sko. Við tókum upp þátt og það var stemning. En núna það bara eins og þú veist, við löpum inn og ég bara eitthvað, halló, bara wow og það bara nei, þetta var smá svona fyrirparti manni þegar við vorum búin að taka upp þáttinu og vorum á leiðinu út þá var þetta myndast svona fólk að hvísla út í hotni ég kunni ekki alveg við þetta og eitthvað svona mjög lágstemdur Ásgeir Trausti á fónunum í alvörunni nei, ég er bara það við þekkjum þetta leið guys, þið verði nú aðeins að hafa smá stemningu já, þau voru ekki þarna en það sem að ég hugsaði, þú veist, ég var smá leiður af því mér finnst ekki meira svo, þú veist, að ég taka mér alltaf bara svona fagnandi, bara yey, bara vinir, en þannig enginn, já, þau voru ekki að vinna já, ég er að segja, skiljur þau veist, en það stemmingi vanalega, maður þegar þú hitti vini Heyri, þannig að við sitjum hérna og drekkum einhver nokkuð glös og Íslandi. Svo förum við, nei, það var sú brúafarin að við vorum 3 þarna og máli sko Haukur Frendars Víkings var með okkur og gamall fótboltamaður og landslísmaður í fótbolta flott. Og hann náttúrulega alltaf eftir því líka svona fótboltagæinn klefakall mikil klefakall og það kom mikil klefastemning nice. Þú veist, við vorum sko þegar á Eyju, þú veist, það var einhver þjóðnað að reyna að koma einhverju týrum með sjúið einhver úti, við veit hvað það var og við erum sko konar eitthvað Haukur, fyndu læru okkar hérna við erum í giminu, fyndu og hann eitthvað, Svenni og það taka betur auðmíkiðinn þetta var alveg komið þarna sko þannig að þarna var strax byrju og þarna eigum við eftir að mæta á Norð út að borða bara Michelin level geggjandina en við erum það orðinir smá hauslisir þannig ég komið smá áhyggjur þarna ég sé að shit komin í klefan klefastafning ekki komin, þannig að við eitthvað svo mætum við, svo fyrir við Hótel Akureyri drekkum hans meira þar og erum bara orðins brjálæslega fullir og þannig að við mætum á Norð og til og með sátum við barinn og það var náttúrulega bara geggjað eins og alltaf en Víkingur náttúrulega, þú veist hann náttúrulega náða að móðga einn kokkarna og það var held í einhver kvenmanns þjóttnaðna sem var smá hrædd við okkur fannst okkur og fótboltamaðurinn farin að vera eitthvað svona ég fíla bara light það var svo heiðulegt að tekja sko. Það var eitthvað ógeðslega fallegt en ég held að það eitthvað farið eitthvað þarna starfsfólkið er eitthvað út af því en mér var það svo geggjað, þetta var svo geggjuð setning þegar hann kom með eitthvað hvítur eitthvað sorry, ég ætla bara að ljóta ykkur, sko, ég fíla bara light ég elska það svo mikið af gauru sem að hendi svona játninga svona, ég fíla bara sæta koktela svona, þú veist, þú er alveg bara svona wow, við ást þetta svo geggjað en þannig að við eiginlega, sko ég ætla eiginlega að segja að ég þarf að fara, að því að ég held að ég sé ekkert að fara með eitthvað sem ég má ekki segja, ég held ég mig að segja þetta þannig ég ætla bara að gera en alltaf heyrst hefur að það séu að Rapsonsson mögulega sé að færa sig sitt annað þú veist, nú ætlum ég bara að fara mjög varlega með þetta því ég veit ekki alveg hvort ég með segja þetta ekki ég meina en þarna heyrst hefur að hann sé að færa sitt og ég þarf eiginlega að fara einu sinni aftur bara einn og borða hjá hann af því að þetta var eiginlega fyllir í orði of mikið kannast við þetta þú veist, ég er líka frá dill og einhvern veginn eitthvað bara, þú veist, fáum bara setningur klukkan 9:30 bara byrjum þá, svo heitum svo happy klukkan 5 9:30 og þú veist orðin hell þegar við mætum 9 þarna, það var líka mjög sent ég er að segja það sko þú veist, við mætum bara hellaðir þannig að plani sem ég var búin að sjá fyrir mig ég og Víkingur, að við gætum bara farið tekið góða æfingu, byrjaði 7 þetta er nú kannski 2 tíma minn fyrir borðið, þú veist, og ekki kannski alveg detti, þú veist, ég held að ég hef verið búið með 5 jack þú veist, og 8 bjóra áður ég mæta á Norð sko, fyndið sko, því að ég meina við vorum Dublin strákarnir og fórum einhvern geðvitt fínan steikastað við hefðum alveg eins geta fengið okkur kebab ég naut matarinn sem geggjæðslega vel og annað en þú veist, en
ég held ég ekki verið að taka inn eins og maður á að gera það bara á svona góðum stað og sérstaklega hjá svona góðu vini sínum þannig að ég eiginlega bara hér nú allir byggja Norð og starfsfólki afsökunar á fyllir í segðinu okkar en að því segðu að við klárum að borða það svo fyrir við þarna og þarna erum við alveg orðin bara bingo bongo og úr verðu bara ég eiginlega svona kallt, ég ætla að segja ykkur það að Akureyringar hafa tekið mig betur en við vorum þú veist, en við áttum ekki skilið hlýlega mót ykkur frá Akureyringum það kannski líka svolítið og við vorum að syngja Inter Milan söngva inn á einhverjum bar og beðinni vinsilega sem að hætta því það fór ekki vel í okkur og þá fannst okkur við eitthvað svona fyrir gerð þú fasist af hverju þú að banna mér að syngja hér og ég verði að segja, ég veit að veður með reglu að með ekki syngja ég smá á móti sér reglu sko, já ég skil alveg, þú veist, eitthvað svona ég komin heimstemningun og þetta en þegar þú ert með einhverja 2-3 vini að syngja einhverju Inter Milan söngva mér finnst þetta fara rosalega eftir bara bar en þarna vorum við búin að stuða einhverja unlingar líka, einhverja svona 20 stráka sem ætla að fara að ráðast á okkur og við erum alltaf stöðum það leið við lendum í þarna orðaskakið einhverja færinga á hamburgerstannum Taste sem þarna og okkur að vísa út á þeim stað en ekki færingunum eða færingunum nei, þú veist, þeir svona voru eiginlega líka svona okkur verið öllum dálítið svona bendlað við að fara út og þú veist, þetta var vesinnisverð en veistu það, því ég lítið baka ógeðislega gaman þið voru líka bara skemmt ykkur heyrist mér ég veit það, og veistu það, ég verð að segja ykkur það að mér held, svona mitt mat í loka þessari ferðar er það að mér finnst Akureyringar í þessari ferð minni þú veist, ég hef séð á betur til þess fallna að taka við húmor það var eitthvað í loftinu á Akureyringum þess helgina hvort það hefur verið í vatninu, hvort það hefur verið þú veist, ég veit ekki hvers, það var ekki stemning færðin í Hlíðarfjalli léleg gæti verið, þú veist það var einhvern veginn pólitíkin, sveitarstjórnarkosningar ég veit ekki að það gæti verið einhver uggur eða út af því en þeir hafa tekið mér betur og ég hef tekið þeim betur af því að sambandið ykkar hefur verið gott hingað til en það beið hnökrum núna mitt ekki í þessu er að ég ætla að segja það beið, þú veist ég þarf að fara eitt skipti viðbútt til þess að gá hvort að hlutinni lægist og ef ekki þá þarf ég að skoða mitt þá kemur ég bara til Vestmannaeyja þá þarf ég að skoða mína stand ég á náttúrulega alltaf gott samband þar en ég þarf að skoða þá mig og mína stöðu varandi standbæ með það Norður og Akureyri þetta er mitt mat það verður kannski bara Egilsstaðir næst á já, Níelsen sem er í sölu held ég en sko mitt teik með að vera syngjandi og svona þú veist ég skil á Eyju þar sem að vera að kvísla í öllum hornum að vera eitthvað svona að þukla og svona með klefastemminguna ég skil alveg að það sé svona eitthvað það var óþarfi við værum að þukla á kálfum hvers annars en nú spyr ég samt, ég meina þegar þið voru að syngja þú veist, hvað var klukkan og hvar voru þið? Þarna vorum við á nýjum stað sem heitir Leynibarinn sem er alls ekki leynibar nei. En er vist eitthvað úr Hjalteyri einhver leynibarn úr Hjalteyri og þetta er eitthvað útibúð þar veistu hvað apóteki var í göngugutunni? Já þetta er þar eiginlega Vá, því leyni en rosa flottu bar, huge bar, algjör stemning en þetta er stemningsbar þú veist, það eru svona borð og stól, borð og bekkir eins og í Oktoberfest þú veist, þetta er svona þannig stemning Akureyringurinn elskar þannig bull sko já, og maður hefði haldið einhvern veginn í svona stað, þá væri, þú veist, mætti ég mér klukkan þarna var þú veist, klukkan eftir 1 lasta þannig stað sko já, smá eftir klukkan 1 okkur Oktoberfest feeling einhverju 3 félagar að taka Inter Milan söngva og einhverju dyraverðir og starfsfólk barsins koma og segja þetta finnst mér fáránlegt sammála þetta var svona fyrsta þú veist, ég skil einmitt, þú veist, ég skil Eyju enn og aftur, fyrir hann en ekki okkur ég skil líka Norð þú veist, eftir að Víkingur er búin að móðga einhvern kokk þetta er svona fítnistaði þú veist, kunnum okkur aðeins en þegar kemur að því þú ert einhverjum oktober bara einhverju löfumbróstað eftir miðnætti og það hefur verið að þögga niður í mér nei takk, ég segi nei þetta er last já, þetta er last vikunar það er leynibarinn Akureyri eitt af sko búið að sapnast mikið að löstum þessa vikuna en þú veist, en þetta var en ég ætla ekki að lasta Akureyri nei svo sannarlega ekki Norð sambönd eru flókin svo sannarlega ekki Norð og aldrei Hótel Akureyri ég skal vera þar any day, any night bara alltaf sko
geggjað hótel Swanky eitthvað já, bara það stemmar á hótelinu þú ert með besta veitingastað á landinu þarna við hótelið Já, svo það það náttúrulega skemmir ekki fyrir og þessi reytur lifnaði svolítið við þú veist, þarna eiga já það var ekkert, ég hef aldrei komið ánga áður, hefur talað svo tölum ekki teríuna og við hefðum sko málir svo náttúrulega voru vikingur einhverju trúnaði fram með þröllu þannig að það var sofið vel út já. og þá þarna plani var alltaf að kíkja á teríuna en það ég kíkið þangar næst ég þarf að fara bara daldið ég og þú veist það kannski Akureyri daldið eins og félagin sem allir eiga einn vin sem gott að hitta bara einn fattur ekki hvað meina? Nei, ég veit nákvæmlega Ætla Akureyri síðan svona þannig fyrir mér Já, ætla ekki Svona bærinn sem ég bara bestur í Við áttum nú ágætisferð Við áttum góða ferð saman en ég veit nákvæmlega hvað við Við áttum mjög góða ferð samt ég og þú sko og það alltaf öðruvísi að vera eitt sko þú veist þá einhvern veginn hittir maður kannski fleiri En málið það sem er versta og besta við okkar viking og að þetta er alltaf eins og við sem að fara dett í það eins og að sé no day tomorrow aftur, eins og þetta sé bara allt búið veistu hvað heitir? Núvitund það er núvitund þetta er sem fólk í jóga er að reyna að ná ég veit það, komið frekar bara að djama með mér og skrall með mér og viking, þar fáðu núvitund af því þar er bara, þú bara heldur áfram þangað til að þú þangað til að hnéliðnir gefa sig og það er núvitund og miklu lengri núvitund miklu meira en 40 mínúna jóga hot jóga þú veist, þarna farið bara góð 12 tíma með Sven og viking og líka í hot jóga það fer maður bara að hugsa á núvind þetta fer með Svin og Vika heyrðu, þeir eru farastjórar og líka svona masterar þeir hengið upp auglýsingu í jógastúdíu og bjóðið fólki freka bara með 12 tíma ferðalag og engin morgundagur þetta er svo flott, góð hugmynd sko Herði, en það sem að gerist er að svo beilaði bara til fór til Danmörkur í slökun og bara kom bara tilbaka þannig að nú er ég bara þannig að þið komið heim til Reykjavíkur og þú bara flög til Köpen og svo bara komin tilbaka hvað varstu að gera í Köpen? bara hafa næs einn dag? Já, þú ert alltaf svo vanur að hoppa yfir hér og þar í fluginu ekki málið sko. það er ekki margir sem myndi hendi þetta sko. En annars er ég bara kátur í dag nú er ég að fara í vinnutörn, ég fór í rekt í dag bara búin að núlstilla mig Helgafell en ég ætla að segja að þú veist þetta er alveg smá eitthvað Toronto, Akureyri, Köpen þú veist þú flakkar meir en meðalmaður getur við sagt sko. Þetta er mikið það eru margir sko á sama tíma sem eru ekki búin að fara niður fyrir like Nei, á þessari viku, í bara einni viku Nei, það er bara en nú hef ég ekkert verið í Reykjavík þannig ég hlakka rosa til að koma heim til maður þarf að fara til þess að geta saknað og til aðeins svo vinnutörn svo er ég að fyrir að vinnutörn bara núna en mér finnst alveg næs að eyða bara þú veist, nú er ég búin að vera í smá fríi teki bara smá skrall er svo að vinna Já, ég meina bara flott skal að vera Já, ég meina veluna erfiðið og það má nú alveg taka fram þú varst í Toronto Já og við erum konu með 3. mæk talum þetta lengi en það er orðið að veruleika þannig að ætlið að stefni ekki það stefni í næstu viku á næsta miðvikudag þá finnum við einhvern góðan gest ég held að það sé bara að fara að gerast En hvað séð þú þarna mér? Þú fórt fyrir utan að þú slappur þá ertu samt, þú kíktir eitthvað út helgina Já og ekki bara það, heldur náttúrulega helgina undan við erum náttúrulega Já, tókstu 2 helga, 2 röð Já, eða sko ég tók vakt á Skál Segðu frá, ég komst ekki Nei, sko þetta var Ég frétti að þetta hefði verið flott Nei, þetta er bara ógeðslega næst staður það var ekkert eitthvað ómikið að gera sem er fínt kannski, þú veist, maður bara svona að skoða væpið og þú veist, það var þarna einn kokkur sem satt bara við barinn alla vaktina, þú veist, það er svo mikið væp drekka koktel á þessi steik Já, bara einn kokkur sem var bara á frívakt Já, þú veist, það er svona væp og svo kom bara, þú veist Hann er nú örugglega sitt út af þér Já, við vorum að vinna saman slipa Já, hver er þetta? Birgir, já. Nei, Birgir, hann var þarna í Kef Lavík hljómsveitinni, sætla minninga Já, djók, ég við það hvernig ekki þetta mér ekki þekkjan Birgir, já, sorry var það hann sem að satt allan tíma smá fóma núna, hann er geggjaður hann var í hundakonum hann er ekki leiðilegur hann var í hundakonum af því hann orðið svo fullu kvöldi áður hann flúði heimilið og kærust en svo kom hún og ég er svona ókvið með góður en hún var bara skemmtileg, hann var bara íkja svo duttu þau bara í það saman sko ég segi fyrir öll pör þegar það er ekki bara það að ég ætla að vera með 12 tíma ferðalag með Viking í núvildundari ferðalagi
sem verður einhvers staðar vonandi bara ekki fyrir norðan einhvers staðar sem er vel tekið í okkur Eyjar Vestmannaeyjar, já, það er nú vitund en ég sér samt aðeins meira að horfa á meginlanda Evrópu en ég ætla líka að bjóða upp á svona ég paraferðir líka eða búið að vera erfitt að því ég held að líkillin oft sé bara að henda í nokkra Negroni og bara fara í málin algjörlega og sko þarna þetta er terapía þarna þú að bjóða upp á terapíu og ekki bara einn tíma einhvers þar í grafvóginum nei, það er bara þetta er partur af 12 tíma ferðalag já, þetta er 12 tíma pakki alvöru terapía all terapía mér er 12 tíma ferðalag sem inniheldur ótrúlega mikið vagn af brennivíni og einhvers konar DJ-setti einhvers stöð einhver kynlífsklúbbur já, það getur líka verið terapía það getur bjarga málunum nei sko, svo ætla ég bara að opna á flæði svo ætla ég að segja bara, hvað vil ég þið gera? já, sko fólk er að fara til þerapista eitthvað paraþerapista, kannski klukkutíma í senn þannig að 12 tímar geta kostað, skilur þetta ekki hvað, sko fólk er kannski að borga 50 fyrir tíman 10 tímar, 500.000 komin þú tekur bara 12 tíma í einu nákvæmlega þú bara klárar 12 tíma það getur spara næstu 12 vikurnar ok, ég væri að leiðrétta ástæðan fyrir því að ég rugglaðist með að þau var svolítið Birkir það heitir alltaf Einar Birkir já, ég kalla hann alltaf Birkir já, fair enough, ég ætla líka að núna Birkir ég ger þetta stundum kalla ég fólk eftir öðru nafni og ég var bara í Birkir ég svo bara, já, þetta er Einar Birkir halló ég ætla að halda árum að kalla Birkir þetta gerur það en þannig að þau leistu sín mál þarna við barinn já, hún er mjög skemmtilega svo sattu þarna og svo var líka bara kósi að fá túrista ég meina, það er alveg næs sem sitja við barinn komið einn gæla, hún var ein hún var ammali, hún var ein í ammalisferð gafst henni ekki drikk Jó, og svo þú veist, hún frá Englandi, hún var gethun, hún hefði farið bara eitthvað rave jam kvöldi áður og svört sem var líka skemmtilegt í London Já, í London, já, hún var þunn, hún var að koma hingað þunn Já, í ammælisferð hvað er hrifin Mér finnst það mjög gott hjá henni Hún hefur fengið sér í að töflu í því partí Alveg pottet, svo komum við í barinn, fengið sér kampavín ribeye steak, skilur, það var bara það talaðu góðan þingudag flug til Íslands og fara á skál Hún var að gera þetta rétt, sko og svo bara, þú veist að segja, allir sem komu og sátu við barinn voru bara ógeðslega næs og meiri þess að hvítinskellingarna voru ógeðslega næs Já, þær eru flottar þegar við erum búin að ná þeim þegar við erum búin að snúa þeim niður Já, ég meina þú veist það sátu þetta þrjári barinn bara ógeðslega næs og þarna drekkandi vín og svo bara stemmingir henni ótrúlega kósi Ég meðleði vel þarna, meðleði vel Það er flott og sérðu eitthvað fyrir, ertu búin að taka einhverja fleiri vaktir? Nei, ég er bara að spyrja tvisvar en allt með litlu fyrirvara en ég kemst aldrei en þú verður að passa sko, að það sé ekki spurt og oft og þú segir nei Já, en sko ég það bara Er ekki gott bara að setja það á vakt? Það er dæmið, ég ætla að heyri keila bara í dag eða eitthvað Ég held alltaf þegar ég er eitthvað svona já, hringdu upp í mig bara, nei, ég sé alltaf nei Já Það er líka alltaf maður bara komin upp í sófa eitthvað með tippið út og bara hafa það næst sko. Bera neðan sko Nei, þú veist, ég ætla að vera á vöktum þannig að það er planið þannig að ég hlakka bara mjög til ég hlakka til að koma næst Þú kemur náttúrulega bara á næstu vakt og Ég skuldaði pening þannig að voru vegja ég reyna að vinna upp þá skuld Heyrðu, svo er Irma þarna Já, hún er legend Hún er ógeðslega nett Irma, hún er sérst veitingastjóri á Já, allir það ekki og hún er ógeðslega góð hún kann að díla við fólk hún kann að díla við erfitt fólk eða skilur mig, hún er bara svona, hún gerir allt ógeðslega vel Já, hún er bara alveg með þetta sko. Hún er fagmaður eftir koma þú veist að hún alltaf bara vann rosa mikið með ölbokkar Ég veit, sem og ég og við komumst að þessu sama kvöld það sem við gerum eftir vakt sameiginlegt það sem við gerist eftir þessa vakt er að við förum á loka hóf Food and Fun sem var á gamla Reykjavík Ísland saman hvað heitir, gamla Ísland Reykjavík, sem að Dökun Rós var það er komið nýstaður, eitthvað svona íslenskur matur eitthvað kjötsúpustæður eða eitthvað en það er svona risa staður það var risa partí, Siggi Hall mættir eitthvað sveitur en svo var að veita velun á þessu kvöldi og það voru allir að í Blackouti, skilur við Siggi Hall náttúrulega þá fremstur á meðal jafningja þar hann rúllaði inn bara einhverju svartasta Blackoutinu og svo þú veist, svo svona gefa einhver velun og það voru allir að tala og þú veist, og bara svona skvaldur samt eitthvað svona að reyna að halda ræðu þá sussaði gæla á mig, ég stóð við barinn og var að tala við Irmu
bara eitthvað grínast, klukkan var 1 nótt. Hvað, af hverju vera að sussa á okkur eftir miðnætti? Ég var ekki eins og syngjandi. Í alvöru? Ég var bara að tala við við vorum að panta bjór. Einmitt. Vorum við bara, við erum að hlusta hérna á þakkaræðu frá einhverju gæja sem vann besti kokteil og engin annar, já, er þetta alveg að reyka kokteilakefnina? Það ekki, ég náttúrulega var ekkert að hlusta á þetta, ég veit ekki. En pældi þú... Who the fuck cares? Nei, sko, og þakkaræðan. Einmitt. Ég vil bara segja takk fyrir Food and Fun gang, þú veist bara eitthvað, who cares? Takk ekki kella Food and Fun fyrir að veita mér tækifæri á að taka þetta keppni, reyka auðvitað, shout out, reyka. Reyka in the house, Já, einmitt. Alveg vonlust, en svo náttúrulega hætti það sem betur fyrir og þetta var bara gett skemmtilegt, bara svona jam hjá veitingagerunum á þessum stað. Já, leiðilegt að hafa ekki verið að og hann var Alba og ég spjallaði sjúklega lengi við hana, mjög langt síðan ég spjallaði við hana og þá föttuðu við við kemum frá sama skóla, þetta er bara Ölbu skóli. Já, þarna var svona brómans á milli. Já, ég meina þetta er bara ákveðin skóli, þeir sem hafa gengið í gegnum Ölbu og lifað það af, eskilur ekki, þú veist, eskilur bara fíla það. Já, ekki hætt eða fara að grenja, þú veist, þá er það bara ákveðin svona dæmi, sko. Vel gert. Þannig þetta var mjög skemmtilegt kvöld og það var svona skálkvöldi, sko, svo bara þinga og eitthvað en þinga og vesen eða? Nei. En ég segði mér með þarna í þetta Food and Fun party þarna þegar ég sko eiginlega ég skammast mér smá fyrir að hafa ekki tekið þú veist maður á að taka þátt í svona þú veist maður á að fara út þetta var óvænt, ég meina ég ætla ekki en þú veist gaman þegar þetta hittir einhvern veginn en var þetta svona þú veist var allir bransinn mættur þarna saman? Já ég fór bara með Kela og við náttúrulega bara í góðum feeling veist, bara að fara að vinna saman og eitthvað bara sjúklega næs sko. Glænýju vinir og svoleiðis bara rosalega náðu vel saman og líka það sem að seldi mér svolítið með skál er bara að hann var að segja ég vil aðeins uppa punki eins og tónlist í mín eyru veist Asin, hip-hop kvöldin DJ kvöldin segi ég DJ við barinn og cool stemming og þú veist það verður að gera gett góða mat og drikki og það fylgir bara því, það öryggi með bara hérna geggjaður kokteil þú veist, ég er að segja þér hann er geggjaður þér er að fara að finnast að geggjaður þannig að þetta væp ekki eitthvað svona, fyrir ekki eða svona, ekki undirgefni meiri bara svona sjálfströst innan pastur að marka það blís mig bara mjög og ég er alveg með honum þessu og flottu menju hjá honum og bara hjarta í þessu þannig að það er bara alveg mistari sko. Já, ef við taka smá pásu við þurfum að rætta drikkvikunar ég skal drekka hann ég þarf samt eitthvað í hálsinn þú þarf líka að drekka hann í hálsinn ég veit ekki hvort það nenni ekki, finnum út þessu já, bara eitthvað Fernet ég ætla ekki að ljúga ég er einum bjórum inn og einu Fernet Branca ég er einu Fernet og ég prófa að splitta þetta er það ekki búið svolítið ég er með Guinness hérna ekki splitta ekki búið aldrei one of those ok, ég ætla að hendi þetta og hann splitta ekki einu hann splitta ekki einu tókstu þetta? Já, flott þetta er perfekt, þetta er mynd þessi mynd fer beint á samfélagsmiðla ef þetta er ekki bara sveimið þá fullkomið þetta er ekki flott jú, ég ætla samt að koma með eina tilkynningu það er sko, þetta er veist, og þetta er ekki einhvað sem er á listanum okkar sem er að fara, ég er ekki að fara að segja hvað þetta er almennilega, en ég og Danni erum að fara í gang með smá prógram á næstu, alltaf 2 mánuðum sem að er að fara að gjörbreyta þættinum. Já. Sko, þetta er ekki á to-do listanum af þessum 500 hlutum sem okkur langar að gera þetta er þú veist, já, og stundum þarf maður að ekki segja hugmyndina til þess að gera hana þetta er svolítið þannig en þetta er mjög spennandi og það er eiginlega svona það verður flott að ná þessu það er spenningur í hópnum við þurfum bara að redda einu ok, já, þetta verður ekki redda einu og svo gerist það en þú ætlar að halda áfram með já, heyrðu, já, svo syns að þarna fer ég í ammali á laugardaginn og það er bara mjög kósí ég byrjaði að fara til vina minns í þetta klassíska góða 3 bjórar á mann og spjall það var ekki næs ógeðslega næs það er hólsum og gaur sem, sko, ég hitt hann ekki nóg oft einn talandi það og allt, og það er svo mikilvægt hittust þið bara 2 bara 2, spjalla, trúnó nóg að fara yfir og svo bara beint í bíl og beint niður á kaffi
brennsluna í gler skálan þar Ok, má ég grípa eitt inn í? að sjálfsögðu. Ég gleym alltaf að tala hvað mér finnst kaffibrennslan vera góðu staður til þess að fá sér öllara á og hitta góða vini. Halda áfram. Það, sko, þessi skáli, glerskáli, það þetta bókan. Já, að það? Já. Og þannig að það sem að vinkonum mína gerðu, það var 2 sem áttu afmæli, sama dag. Já. Það þarna pöntuðu kút og skálan og svo meira þess að þjónusta. Þú veist, það komið bara oft, heyrðu, getur við fikið 10 bjóran í skála? Það bara, já, og það bara komið það með 10 bjóra. En þannig að þetta var fámennt og góðmenntpartí? Já, ég segi það. Ætlaði ekki farið upp í svona 15? Inn í þessum litla skála? Já. Vel gert. Ógeðslega næs. Og þarna, svo er svona eitt í þessu. Svo, þú veist, er þarna svona góð vinkona fyrirrandi kæru sinna minnar að vinna þarna og sumar vinkonur fyrirrandi maka verða svo leiðilega við mann allt í einu eða skilur við mig Já, breytist stemningin það verður svona, þú ert vondikallinn eða skilur við mig Já, er talað það sem þú sem vinur Já, eða sko, meira svona þú veist, ég á fyrirhandi kæristu og hún á vinkonu og vinkonurnar eiga til að vera svona við höfum núna fyrirhandi kærista en þó að þetta sé kannski bara mjög í lægi break-up, ef þetta er hvað að minna þannig að þú veist, það var einn þannig þarna og hún var svona gett svona að vera með svona eitthvað og ég var bara, næstu í svona það getur haft áhrif þegar maður er lítill í sér en ég leta ekki stoppa mig auðvitað ekki Nei, og þetta bara í geðegan gýr þar, heyrðu svo var verið að plana næsta stað og þá sagði vinkona mín, heyrðu við erum búin að bóka flöskuborð veistu hvar? Er ekki bara eitt stað, hvað, B5? Nei, 9 B5 Já, ég er talað um bankastræti eða hvað sem þetta heitir Hax Já, sem er það sem að hverfisbari var Já Heyrði, hvernig var? Ég hefði viljað vera með Þetta er hörku klúbbur Já, ég veit það Maður á að vera duglegur að kíkja þangað Ungu meðalaldur og maður, gaurar eins og við förum ekkert inn nema við séum með flöskuborð skilur við Já, og kannski líka með svona, alveg svona góðum her af fólki sem er á sama aldri Alveg svo við Þetta er eins og því ég fór inn svona einn á auto með einhverju svona ungu fólki sem var ekki sérni konti bara með við einhvað, já svo horfði ég í kringum og ég bara nei þarna vantar svona við vantar svona 10 makkera til þess að þetta gangi til þess að þessi aldurspili við vorum fjölmenn og herinn mætir þangað svoleiðis og það er flöskuborð og ég meina það var, við vorum bara okkar svæði það var bara gaman og það var gett skemmtileg hópur þannig að það var bara ógeðslega skemmtileg Svo er svo gaman þegar gaman með góðum hóp Já, þannig að þú veist, það spila náttúrulega auðvitað inn í hversu góðu staður er en svo, ég var að segja Hax, þú veist, hann gerir það sem hann stendur fyrir sínu Já. Veist, en er það, þú veist, hvernig er músíkin enda, þú veist, erum við að tala er þetta svona bara hardcore gott techno eins og í gamla daga eða erum við í, þú veist Get Lucky Já, eða þú veist, er þetta Get Lucky, þú veist, í með einhverjum svona rýmisútgáfu sem er á einhverjum svona skrítnum Ibiza-væpi sem er ekki á smart stað á Ibiza. Já, ég ætla að segja, ég með minni svona millivegur þarna. Þú veist, þetta var svona ekki þannig að ég var bara eitthvað en ég hugsa heldur ekki því ég held að það sem að sé að geti bjargað íslensku þjóðfélagi í dag sé að ungmenni byrji að misnota eiturlyf og fá í raun og veru bara gömlu góðu bara, þú veist, sumir myndi segja gömlu góðu Paloma-stemninguna, þú veist, ég ætla að ganga svo langt að segja gömlu góðu Boomkicker-stemninguna eða þú veist eða Dolly, var það? Já, Dolly líka, þú veist, bara það sem að liði var bara sjaldan slagsmál aldrei eiginlega aldrei vesen endur líka bara má Óli Hjörtur og Dóra Fúsa eiga það að þau sko lögðu áherslu á það að við vitum að hér er verið að misnota eiturlyf hér skulum við fara mjög varlega á okkar og fólki en ég held að það sem að sko það var ógeðslega vel en það vantar þetta gamla bara veistu ég ætla að fara að fá mér bara eina ettöfli í kvöld og fara að dansa og drekka vatn Já. Veist, og svo þetta gæti gerst þarna ef það er góð DJ þá gæti það er kannski aðeins svo aggressíft ég veit það ekki það er kókainstemming yfir þessum stað það er kókainstemming, sko, má ekki blanda því nei, það er bara máli út með kókain, inn með já,
það minn það boðskapur motto Syndarsela já, í alvöru já, ég þú samanlega veist, meira hugbreytandi og minna aggressjón aggresjón sko, og bara það verður bara allir í stuði nema þeir sem er með ADHD og róast á kókaini það þú veist, ég geti verið góður á báðum já, ekki spurning en þannig, ok, sko þetta er flottu staðir hann veit hvað hann er og stendur fyrir sínu heyrðu, svo var svolítið skemmtilega ákvörðun tekin English pub já skrítið að labba fram með Iris þetta er náttúrulega vegferðin já, en stundum verður maður að breyta til já, ég veit það og ég hefði örugglega ekki nefnt á Iris þarna en það var eitthvað við að fara á gamla góða English já þetta er nostalgíst, menn maður fór þarna þegar maður bara ég elska ennþá og það var trúpi og veistu, bara flott whatever, með skýtsama, hann var bara einhvers staðar í hotni að spila sko málið, þetta er ekki tróðslutrúpi þú ert búin að vera hags þú veist þú ert búin að vera flöskubra hags þá ertu ekki að lappa inn á English og vera eitthvað, trúbátur hér þú veist, þú lætið það milli bara kyrta milli þú ert orðin jámaður, þetta kvöld já, þú ert bara mjög ánægð með öll lögin þú veist, sem að þann katalógur og svo þú veist, fyrir að náum bara góðu borði fyrir hópin og það er bara afmælisbarnið fyrir beint í hjólið, vinnur 10 bjóra þannig að því er bara raðað á borðið hvað voruð mörg þarna? Ætli við höfum verið orðin svona kannski 8 ok, þannig að 1 fekk 2 mann það er ég og þarna voru við bara til 4 eða eitthvað, skilur þetta var bara alvöru pubba já, geggjað þetta var bara geggjað skemmtilegt kvöld sko. vá, ég sakna þess að eiga svona í Reykjavík ég er ekki með eiga svona langa tíma og þú veist, að því að sko ég ætla að segja það hér og nú, sorry Irishman pub ég er kannski bara búin að fara aðeins svo oft að ég þarf aðeins að kæla hann að því að mér finnst það stopp er að orðið smá fyrirsjánulegt ég skil hvað meinar þú veist, þú ert orðið aldrei góðið vanur og einhvern veginn, það er einhvern veginn allt orðið mjög kunnulegt þekki staffið og þá einhvern veginn getur allt líka að fara í töðunar það er ekki alveg rétt stemning það er ekki sama ævintýra element eða þú fær alltaf fanga skil hvað meinar og það var svona smá ævintýri í Hags það var ævintýri í English pub það var ógeðslega skemmtilegt þannig að það var bara 10 kvöld bara gott afmæli hjá Rósa og Tóta og bara allir í vinning Rósa og Tóta til lukku án gríns Rósa, góð vinkona já, góð vinkona þáttar eins og eiginlega sko gæsti ég ætlaði nú að fá hana sem gæsti einhvern tíma til okkar, Rósa Maríu hún er svona public, smá svona, þú veist, svona var í, ég veit ekki, svona gæla hún er glamúr og svona var já, hún hataði ekki að vera á Hags áhrifavaldsfílingur en svo er hún töffari inn við beinið frá Akureyri og það hún er frá Akureyri það gerir smá krydd ég þarf kannski að fá henni þáttinn til þess að kannski bara þú veist einhvern veginn milda bara svona segja henni að hafa samband bara segja samband í hópinu segja bara Svenni byrst afsökunar og að kemur bara aftur bara auðmjúkur bara please, gefa hún sér nei, en hún ætlaði að koma í þáttinn en svo þorði hún ekki að því að hún var ofrætt að ég myndi gera svo mikið í grín eða þú veist eitthvað svona djóka en núna er hún bara að hlusta nógu mikið á okkur til þess að hún veit alveg að hún er í öruggum höndum og hún veit að ég elska hana já, líka öruggum höndum hjá Sven hann myndi alltaf stöða brandarakefna að því ég myndi ekki nenni nei, svo er það sko en hún kemur, 3. mækur, hún mætir en geggja samt og bara hafa ekki með ammálið til þær sko til lukkum með þær en ég er samt alveg sammála, þetta er alveg góða punktur sem þú segir með að þegar maður fer á sko að þegar ég held að það sé að verða bara margi mánuðir síðan að Syndaselurinn ég fór út á föstudag og laugardegi í Reykjavík ég held að sé komin tíminn til að láta verða það því en þá var það til að skipulega ekki ofurskipulagt nei, ég vissi ekki til en að skipulega smá bara svona, já ok, kíkja kannski út í einhver smá dinner og svo daldi að kíkja á staðina sem ég myndi aldrei fara á, þú veist, ég myndi alltaf sleppa því að kíkja á, þú veist, ég myndi reyndar ekki sleppa að kíkja við þér, ég myndi alltaf byrja því að fá mér eitthvað. Allt sem er svona fyrripartin má alveg vera smá fyrirsjánlegt. Samt ekki ómikið, þú veist, ég myndi sleppa að fara á vínstúkuna, þú veist, að því að það er líka orðið, þú veist, það er 50-50 hvort ég sé bara ekki á wú eða ekki wú. Þú vilt líka fyrstu drikkirnir, þú vilt að fyrstu drikkirnir séu svolítið góðir. Já, en ég myndi samt sleppa að fara á vínstúkuna, ég myndi sleppa að fara að Iris þetta kvöld, ég myndi fara á staði eins og, þú veist, ég myndi kíkja á írska staði niður á skámóti enska. Þannig að drunk rabbit, þú veist, kíkja aldrei þangað inn, ég myndi fara á enska,
kannski í raun og veru bara eiga kvöld niður fyrir like. Já, og það skemmtilega við kannski þá líka Föss og Laug að það rosalega mikið líf, þannig að þú lappar ekki inn á Dead Rabbit, Drunk og Rabbit og það sé bara enginn og það kannski líka það sem ég þarf aðeins að fara nú þegar ég að slægi fertugs eftir 3 vikur. Já, ég líka þarna ég kvíði en partur af þessu partur af því sem betur ver mikill kvíði. Þú lifir af so far þrátt fyrir allt en það sem ég að tala meira að þarna ég þarna að því ég fer aldrei út helgar og það eiginlega orðið smá pirrandi að og kannski líka því ég fer nú ætla að koma svo, þetta mjög illa orðað hjá mér upp á síðkastið ég búin að fara mjög illa og lélega út þú veist, ég búin að vera að hanga á Mostli í Kópavogi, ég búin að vera að hanga á einhverjum hverjum saga frá Karolína, hvað sem heitir Katalína ég ætla ekki að hætta að hanga á Mostli eða Katalína en þarna Katalínu samt, skal ég gefa séns en þarna ég held að ég sé búin að vera rosa mikið hanga á einhverjum allt öðrum stöðum í einhverjum svona tildrykk nema það, núna síðustu svona 3 skipti sem búin að fara út á virkumkvöldum og því ég fer bara út á virkum það búið eitthvað statement hjá mér í mjög langa tíma því okkur líður by default aðeins betur með færra fólk í kringum okkur en samt, ég er búin að detta alltaf harkalega í þessi 3 skipti svona bara svona hrynja óvænt í það á virkukvöldi þar sem ég verð fyrir svona rosalega miklu svona höfnun á því einmitt að lappin á staðins á Æris sem tóm eða lappin svona þriðjudagskvöld og ég komin bara eitthvað þarna hvítinskellingin byrja að glamri mér og ég komin í svona Google þar sem ég lappin á Æris og eitthvað og opna hurðina og það tekur við á móti mig bara svona þú veist, 2 gæjar sem að sita á einhvern barstól og barþjóðnin og ég eitthvað og þá fæ ég svona það byrja ekki allar að djamma ég núna og líka þú veist að því að til þess að klára svona mónulag minn að ég líka byrja að líta svona staldið vel út þú veist, búin að vera duglegur í ræktinni og þetta þannig að maður meira til að sína sig og sjá heyrðu, þannig að það svolítið svona betri sjálfsmynd smá sem að kannski fellur undir kannski fannst ég mér bara feitur og ljótur og vildi bara detti á 3 með engum kannski svona undirmeðvitund en núna ég alveg komið þú veist það sem ég langaði alltaf að setja á mig bara gullkeðjuna og þú veist og puntaðu upp bara gera mig sætan og lappa út og þú veist og bara lifa sko þetta var þerapíu að sjálfa mig sér hvernig ég tók hringin og svo ferðum alltaf með þerapíuferðina 12 tímar með Sven nýti þennan monolog, ég ætla að spila hlusti á þetta og meðan þú ferð niður á það Jack þannig að sko, það sem ég ætla að mæla með fyrir svona stemmingu þú veist, að því að mér fannst magicið við þetta kvöld vera, ég vissi aldrei hvað stað var í næst til hvað mér það getur verið svolítið gaman þannig að þú veist, þannig ég ætti raun að vera að biðja vinum minn að gera óvissu fyrir mig í hvert einasta skipti og kannski, eða sko þú veist, taka kannski max 3 drykki per stað og svo bara svona kannski gerir það við ykkur vinnuna mína að því að nú ég að fara að halda upp á afmælið mitt bara í Edinborg núna svo ætla ég að halda upp á 7. júní en að millitíðinni þá var náttúrulega áfyllt af vinum sem hafa ekki, þú veist, get ekki hitt mig kannski biðja ykkur nokkra vinum að plana svona og ég ætla að segja skemmtileg líka að fá eitt svona vin sem þú veist býr ekki niður í bæ og er svona fjölskyldukall til þess að sjá stjórnina þannig að það verður áhugavert að sjá svona hvernig þú veist svo típa myndi plana kvöld sko, óvissu kvöld sko en þetta mjög skemmtileg og við strákvættin höfum líka tekið að sko að ok, fyrsti bar, þá velur þessi og segir ekki, bara með okkur á þann bar svo fá okkur nokkur það og þá svona, ok Danni, nú tekur þú okkur á næsta bar þú veist, þannig að við skiptumst á að velja stað og segjum ekki hvað stað við veljum sko. þetta líst mér á þetta samt vísir að góða kvöldi þetta er gott og ég held að ég komið tíma á það að Sven í góðu formi fara að kíkja meira út á Föss og Laug minna á virkum og
sko, já, ég svo sammála og þú veist, og að þú veist bara breytum stefnu að fara á pakkaðan englis að vera svona, og ég hitti fólk sem ég þekkti og þegar maður er í glasi maður er actually til í það, skilur já, þá má alveg hella líka niður með hálfum bjór já, og ég er bara, halló kristur og fílingur og þú veist, þannig að þú veist, það er alveg sendur gaman að fá lífið í æð já, og kíkja á sammála, en ég held kannski líka að þetta sé sko hjá mér, kannski verður þetta meira núna að sko að halda þessu í svona seasonal formi þegar byrja að voru og byrta þá tek ég fösalaus lög þegar dimma þá er ég að virkum þetta meika sens halvt ár þetta meika fullkomin sens af því að það er líka einhver svona skrítin orka yfir fólkinu í skamdeginu já, hún er það og það er eitthvað ekki að gerast og eitthvað, nú er ég líka verið vorpiltur þetta er geggjað sko með sko að því ég er alltaf að ganga á Úlfarsvelli og með fluginu og þá er ég svo bundin því að byrtan sé í lagi sem var aldrei, meira þegar ég var sko úði með eiturlögum í gamla dag þá var svo bundin því að byrtan var ekki ómikil að það var svo gott að vera í partí til, þú veist, seasoni mitt var til þess Nova DS í skugganum þá var sko, þú veist, þá byrjaði ekki byrta fyrir 11 nú ekki sko verið í partí með dimmt úti til 11 fyrir hádegi og án þess að jafnvel fatta að klukkan sé orðin 10 morgun nú ætla þeirri tíloki hjá mér og þá er svo mikið bundið við hjá mér að ég sé sko þetta er þroskamerki, ég er að vera fertur nefnilega laka til, það verður skemmtilegu þáttur kringum þann tíma það verður góð þáttur, ég veist ekki, ég er að fara að gera fyrir afmælið mitt í Edinborg ég er að fara að láta setja strípur í hárið á mér býttu nú við ég og Barður Barber ákveðum þetta í sammenningu að ég myndi prófa að maður sé hárið aðeins núna ég er rosa grátt sko Er það? Já, það sést ekki alveg núna en það er mjög, mjög gróft. Nei, það er í lagi nóvember en núna er byrjað að byrta til. Nú er byrjað að byrta til og þá kom hann með lausn og sagði prófum að setja strípur og ganga hvort það lýsi ekki upp bara meira. Vá, og við erum ekki að tala um eitthvað Backstreet Boys strípur. Já, ég ætla að leyfa honum að gera hvað, sko ég leyfa honum að gera hvað sem er. Er þetta Frosty Tips? Ég ætla að sjá hvað gerist. Vá, hvað ég er spenntur, hvenær ferðu? Gerðir þú aldrei? Ég hef aldrei litað með hárið en eitt sko. Það er mjög basic bara. Herri, þetta er bara núna 21. mars eða eitthvað. Heyrðu, beint bara í afmælið mitt. Heyrðu, sú helgi. Afmælishelgi? Já, afmælið 22. sem er þá sko sunnudagur. Já. Mér langar að plana eitthvað 21. Heyrðu, ég er að koma, heyrðu, við gerum það. Ekki? Fyrir smá pásu og förum inn í Love og Last svo. Love og Last. Já. Ding dong. Ding dong, komnir aftur. Komnir aftur. Heyrðu, Love og Last. Smá neikvæðni. Já. Það verður að vera. Já. Þannig að ég er enda með sko last í gegnum kærustina mína. Ok. Hún var í krambúðinu daginn, hliðin á Kol. Já. Og var að kaupa Nokko. Sem að kostaði 800 án gríns. Mistan og það fór aðeins að svona sprauta stúrunum. Og sem hún gerir er, og hún tekur hann upp og lætur hann eitthvað svona og reynir svona að laga situationi og afgreiðslukonan bara svona starir á hana bara á meðan, gerir ekki neitt skilur og ok, svo kemur hana Melly, gerðast hann og fer upp að henni og bara eitthvað, maður fá tissue og hún eitthvað svona, já, svona pirru réttir henni tissue, Melly þrífur allt, alveg gjörsamlega bara þau skrúpa gólfið og sérum þetta frá allu tekur svo, hendir þessum og ekkert eftir hennar, tekur annan Nokko, fer upp Gælan rukkar hann 2. Hún rukkaði hana Nokkoðin sem hún misti og þreif eftir sig. Hvað finnst þér þetta? Þetta er last. Já, sko, já, þetta er last. Þetta er last. Þetta vegna þess að sko, ef þú ert almennileg manneskja, þá þarna ég lætir þetta bara slæta og hjálpa til og segi bara, heyri, það er bara nýjan, ekkert mál. Þannig að Basil tapa hann svona 600 kalla á þessum viðskiptum. En svo maður glemma því að sko við komum til starfsmaður er raun og svona að fara bara eftir þú veist, örglega bara þú veist, í raun og bara eftir reglum fyrirtækisins þú missir bara þvílík þjálfun hjá krambúð af starfsfólkinu þá sko bara, já, en ég meina hver er að vinna í krambúð hver heldur þú að sé að vinna í krambúðinni ég veit það ekki þú veist, þetta eru erlendi verkamenn sem að vera steinkunni að vera bara komingað til þess að vinna og fara heim þau fatt ekki íslenska væpið sem er að ég læta slæta
Nei, og við hefum rætt Já, þetta áður, ég nefnilega. og þú í þættinum, það sem við hefum talað það verða á að vera meiri kynning, sko, að það er einhver Kultúral kynning á, já, takk já, bara það sem hefur farið bara vel yfir, bara, heyrðu, svona erum við sem þjóð, já. Við erum líbó á margan hátt, en við erum líka með mörk. Já, það svona, þú veist, ok, við viljum alveg, þú veist, láta slæta blikka. En svo þetta ekki bara Íslandi, ég meina, þú ert bara næs mannesku sér þetta, það er bara ekkert mál, vá, þú mistir þetta. En ég lenda alveg í því í London samt, að lenda bara á alveg frekar næs manneskjum sem eru samt rosa fyrrköntuð. Það er bara computer says no og allt það típiska. En ég er sammálaðist, en svo maður líka bara má krambúðin og allt þetta sem ávist að heita núna eftir smá eitthvað slipp eða slopp eða eitthvað. Nei, byrju, spar. Já, eitthvað, það er eitthvað erlendis stæmi. Já, það er eitthvað sennst eða nost. Og ég bara burt með það. Já. En svo náttúrulega er ég með sko svipa annað, því að ég var sko að sækja lyf. Ég var veðurteftur í Reykjavík að því ég ætla á Þingvelli og ég er náttúrulega 20 lyfjum bara til þess að vera funksjónal einstaklingur í samfélaginu, þú veist, ég er að gera þetta fyrir ykkur. Það er stór lyfjaskamtur fyrir Danna. Hverjum degi, bara til að lifa af. Og ég hef áður sko glemt að taka lyfið mín og ég fór fyrir frákvör sko. Var það ADHD þá? Já, það eru 2 lyf sko. Það er bipolar í rauninni og ADHD. Maður case við viljum ekki sleppa þeim lífi. Nei, og ég var bara ekki dettu taktar. Ég þarf, ég gat ekki kyrt á Þingvelli, ég verð að fá lyfin. Fór í lúuna í Smáralind í Kópavoginum, hliðin á Smáralind og sagði bara, ég þarf bara lyf, ég gleymdi þeim út á landi, ég þarf bara þessi 2 lyf og bara litla skamta eða þú veist, bara minnsta sem ég get fengið og fyrsta gælan bara, ok, what er svo fór ég næstu lúu og þá kom þessi gæla og Erlendur Bergibrotin, ok talandi um kultúral talandi um kultúral þetta er farandverkamæður talandi um kultúr ekki miskilita, þetta er farandverkamæður já, 100% og ég hugsaði bara strax, ó nei og hún eitthvað svona, herri, ég sá þú leistur út 3 mánaða skamt fyrir 1 mánuði þannig að ég má ekki afgreiða þig þessi lyf og ég sagði varst ekki við reset fyrir þessu? Jú, en ég er með lyfseðil fyrir þessu en þú veist, þá þarf að líða einhver þú veist, ég tók út 3 mánaða dæmi já, varst taka fyrir, okay. Já, því ég var bara eitthvað, ég þarf að fá þessi lyf og var bara eitthvað, heyrðu, ok og ég sagði við hana, heyrðu, ég verð eiginlega að fá þessi lyf ég fer í frákvör og þú veist, og ég glimti þeim bara út á landi og ég veðuteftur á sko, það var í miðjum stormi, skilurðu já, einmitt, gefum smá skilning þú veist, bara vegna veðurs skulum við aðeins hérna kultúrar, íslensku kultúr og veðurfar og já, smá líka íslensku kultúr sem að gefa svo ofbóðslega mikið skilning fyrir lyfjanótkun þó ég var að selja já, ég held að sko, ég ætla að gefa mig það að þetta hefur verið austurevróskur starfsmæður hann var enda frá Asíu ok, minna, einmitt meira þetta er fólk sem er ekki að nota misnóta lyf eins og við þú veist að það líka setja þetta já, en samt mjög hreint ópíum það er bara eitthvað svona 100% náttúrulegt það eru munkar að taka ópíum í Nepal já, bara eitthvað svona mjög næs og þú veist, þú gert mig einhverju tilgang en þetta þarf að setja líkin í kultúrul kynninguna, þú veist, það er bara lífinótkun okkar og við erum að hafa gagganum skilning þó hann sé að selja, þegar ég þarf að fá mér mitt ADHD-lyf eða geðlyf eða hvað sem er, eða hverju sem því líður eða Ozempic, þú veist, whatsoever komdu fagnandi gefum því gaum að það skipti ekki máli hvort það sé 2 mánuðir eða 3 mánuðir ángríns og hún var svona erfið að því að eitt af þessum lyfjum sko, þú veist, er verið að selja á svörtu markaði sko, þannig að hún hefur verið bara þessi gæi sko. En, heyrðu, og ég tek smá svona bara hún alltaf takes one to know one já, margur heldur mig sig heyrðu, og hún eitthvað, ok, býta þess fer eitthvað og ég bara, oh my god, þú veist, hvað þarf ég að gera ef hún grægar þetta ekki fyrir mig þá ætla ég að segja við hana að ég ætla þá að keyra út á land og sækja lyfin og yfir deg þá ætla ég að sjá til þess að mamma mín hafi samband við þig og skilur, ég var bara þarna, ég var alveg súr svo kemur hún tilbaka og bara ok, ég til ég að sleppa þér í þetta skipti og ég sagði, ok takk kærlega, ég kann virkilega með þetta eins og ég segi, ég bara gjörsamlega gleymdi þeim og bara algjör skita sko hún segir þá já, það kannski bara best líka bara muna að ekki geyma öll lyfin á einum stað
sagði hún svona Hvað veitum með því? ég veit ekki, en hún sagði þetta svona svo ógeðslega tussulega, ég var bara á íslensku bjagari, en þú veist en fattar það er pyrirmenn það meira ég veit að, og sko það hefði verið í lúinni, alveg ekki fokkjumerki, ekki léla sér lúa landinu kannski bara muna að geim ekki alltaf lifi inn á samasta hvað, ég felaði bara eitthvað gám einhver staðar, skilur, ég meina, hvað meinar hún? Gerir hún ráð fyrir að ég sé bara með eitthvað íbúð? Og sé bara eitthvað svona við eftir, ég sé hvað luxus asíski hún fær að geima greinilega, þú veist, bara hún fær að geima öll sín líf á mismundu stöðum eftir því hvernig veðri er hún er með 5 stass bara út á landi eitt á Akureyri, eitt á Egilsstöðum, eitt í Reykjavík landslutum og bara það er vont veður, ekkert mál, hafi ekki ákri ég er með lífið mín hér ég kann þetta, nei sko það ég veit ekki af hverju, eins og ég segi það var kannski margt sem að byggði þarna upp einhver svona örlítið vottur rasisma örlítið vottur af lélegri þjónustu og oflæti hennar oflætið, gjörsanlega var rúsínan hana og það sauð í mér, ég var svo pyrrað en sem betur fyrir, hún leta slæta hún má eiga það, en hún gat ekki gert það nema með smá tón og leiðindum þetta er svo pyrrandi að því að segjum hún að þið sagt eitthvað og by the way, smá trikk sem að, þú veist, ég nota eitthvað stundum ég bara með í bílnum eða skilur sagt eitthvað svona er ekki óþarf að vera að gefa ráð ég alveg tala um sko, en máli er sérstaklega býta haldur, nei ekki skára sérstaklega þannig þegar þú sérð að manneskjan er augljóslega að sækja sér A geðlyf og B ADHD-lyf allir í alvöru tala sem þú væntanlega gleymir öllu á að gefa mér einhver, hefur fyrir ekki ég ætla að sækja hérna Advil mitt eða hvað sem þetta, ekki Advil, hvað heitir hérna ADHD-lyfin ósambögg, nei, Elvanse, já sem að þetta bara ekki, sko en bara, þú ert að sækja Elvanse þitt og það bara, hérna er mann ég ætla rétt á meðan ég er með lúin og opna þess að apotek spílalúa, gefa þér smá ráð þarna það er mjög sniðugt að vera með svona notebook og skrifa niður staðsetningar á og bara, bara you lost me bara á mínútinni og ég datt út að því er ekki með fokkin lifið mín og hættuði mín mig bara, en þú fyrst lifin ég fekk lifin, en ég ætla samt að lasta þetta djöfulega pírandi með þér er þú með eitthvað? Ég er náttúrulega bara verða að lasta leinibarinn fyrir að banna mér að syngja eftir eitt nei, ég raun að vera ekki ég hef búið að vera mjög gaman bara hjá mér og bara lofa á lífið heyrðu Dominos lofaði að lasta nei ég verði að gefa Dominos last ég var að sækja pítsu fyrir systur minn og litla frænda minn, þetta er mjög leiðilegt last en það er basically bara það þú veist, fyrir utan það hvað Dominos versnar og versnar það er rétt við hvert einasta skipti sem ég læt hann bita ofan í minn munn þegar maður fer það lágt sem að gerist alltaf það gerist ekki oft sem betur fer en það bara ég pöntum ykkur að pítsu daginn og beið í 70 mínútur eftir einni margarítu einni brauðstökkaskamt og sósu og borgaði 4.790 kall ég hringdi þjónustuverið ég sagði, er þetta í lagi? hún sagði, já, svona er bara verðlagi í dag hér er vaxtahækkanir sagði hún, hér er vaxtahækkanir skýtti í þig og ég bara, ok og ég orðsins fylgstu sagði þið við hana þannig að ég var líka að fara að vinna snemmi morguninn og lág ekki alveg vel á mér og ég sagði bara fuck you, panta aldrei okkur aftur og ég ætla að standa við það þannig að ég er eftir mínar held ég svona 4.900 pantanir á símanúmerinu 72 þið vitir rest þá er ég officially hættur að panta um pizza á Dominus eftir 2 mánuði í þeim þætti þá spyr ég þig, ég ætla að spyrja það 2 mánuða fresti þú verður að gera og sjá hvort að þú hefði fallið eða ekki en þú getur líka þá fengið að ringja alltaf á Dominus til þess að fakttjekka má maður fá gögnin er bara að panta þessu númeri ég hingi bara á því númeri ég fæ síma ringi bara við númeri og segir bara hvenær pantaði eftir þessu númeri en ég get í hægt ándjós ég get sagt að ég sé en þá ætla ég reyndar að segja sko ef þið ætla að panta einhverju pizza einhver staðar þá er ég búin að vera að panta alltaf hjá Neo vinnum okkur það er gott djúðlega gott ekki í New York, það er gott það er mjög gott það er ógeðslega gott og talandi um New York, talandi um lofi ég ætla að lauma inn lofi, ég glemdi í næstu og ég ætla bara bæði sko á frænku mín og Lóu og
og DeVitos, þetta kombo í sunnudeginum í þingunni þá fór ég til hennar í nýbúðina og við vorum bæði lágum í sófanum ég sé að hún búin að vera að spasla hún er svo geggjuð hún er svo fucking skemmtileg þetta er uppeldi systeri mín með heppin með hana og svo vorum við þarna bæði sko lágum í sófanum ógeðslega þunn og við voltum það var ekki gott og heyrðu, og hún var bara ég verða að fá með pad thai og ég ekki flott en ég verða að fá með DeVitos þannig að við voltum bara sikur læg ég mæli með því og heyrðu, þarna kom 18 tomma pizza sem ég pantaði bara, þú veist, frá DeVitos 4.000 kall upp að dyrum nákvæmlega, hafið það Domino's með pepperoni, þú veist, ekki einu sinni margarita pælti þess að því, Domino's tróði þessum stýri vöxtum bullshit upp í raskata og borðaður alla pítsuna? Nei, en Lóa, frænka, hún réðist í þetta eins líka og svona, heyrðu, og það sem við gerðum allt kvöldið, fyrir utan þá að horfa Housemate myndina með hann að Sydney Sweeney, whatever, leiðilegsta mynd í heiminum voru bara þið tvö franskin? Við tvö þá horfðum við bindsuðum Love is Blind í svona 5 klukkutíma sem er að finnasta sem ég sé og við lágum í kasti við lágum í kasti að borða pizza og pad thai að horfa Love is Blind besta þingukvöld lífsmins og ég mæli með ég skil það vel bara hittiði, við vorum ekki svona að jamma sama kvöld eða þetta saman, skilur kvöldi áður bara hittið einhvern vin eða frængu sem er þunnur að þunn og chillið saman sömu bylgjulengt pantið ykkur mat og horfið á bara eitthvað heimskulegt sjónvarp og hlægið saman heyrðu, og það verður eitt gott gæinn sem hún býr á efstu hæð þarna í hlíðunum og gæinn kom með pítsuna bössaður inn og ég svona beigði til að getinu og hann var að labba upp stigan svo heyri ég svona dun, dun, hann er að labba dun, dun, drrrr og datt hann og svo kemur hann upp og þá er þetta bara mest dullu kall í heiminum og þeir hjálpar hann mikið hann var bara á annar hæð af 4 ég meika ekki að hlaupa niður bara það bara datt ég þarf að hrasa meira svona rétt svona en hljóðið var svona og hann meittur segir mér að það tipsa 300 kall auðvitað það skellur mér í 300 kall ég verð að hann var algjörðúla hann var brósmildur og næs gæi frá Kólumbíu eða eitthvað og bara geggjaður 300 kall flott og hann fær lof líka fyrir að vera bara dúlla ég reyndar að spáði að taka að mér aukavinnu og fara í voltið en please bara að því ég er svo góður á rúndunum alltaf ég lokka minn hvena sem er ég með styrlaða hugmynd má maður ekki lokka sinn hvena sem er ég held að það sé galdurinn þú veist, eins og Uber eða eitthvað þú megi bara alltaf ég bara lokka mig inn og svo bara eitthvað svona veistu, ég er bara með fullaðan bíl ég er í fríi vinnun í dag Paldi, þú veist, ég er í fríi vinnun í dag bílinn má vera í rústi líka það er ekki svo að taka til eins og Uber svo er ég bara eitthvað svona í fríi vinnun í dag og eitthvað, veist, ég tek bara með ég held sér ég er með hugmynd á ég að prófa þetta ég er með hugmynd ok, komðu með þú skráir þig við tökum hérna ferðamæka og ég fer með svo tökum við og svo rúndum við með vol upp mækaðir að ræða náttúrulega segjum aldrei heimilismang en bara hvernig fólkið er og hvað er það að panta og kannski fá okkur bita viðmótið og líka prófum líka að vera svona þú veist, fekk ég þjórfé þú veist, fekk ég ekki þjórfé talaði ég með, þú veist, austur evróskum hreim, þú veist, og allt það og hér bara er einn Maggi Leiko að horfa á mig þannig að ég verða bara að taka pásu hvað er ekki? þegar Maggi Leiko kemur og starir þessi var fullur Maggi Leiko þekkir hann að gæða? já hvað? hann heitir Maggi Leiko ég er ekki með gleraugu minn, ég sá ekki neitt sko þetta er Maggi Leiko stofnandi kuskus búin að vera etru í mörgar reyndar að hann var etru hvað er hann að gera hér? hann er að skúra veitingastæði og okay. að skúra þetta hann skúra kaffibarinn hann skúrar vínstúkuna, hann skúrar hér örugglega, gerir ráð fyrir, fyrst hann er hérna eitthvað þvælast eða breyta og hann skúrar fullt af stöðum en sko Magnús hann þetta er stofnandi kuskus og einna bara flottustu DJ-um sem að spilar hann ennþá með þeim og svona Íslandi voru, nei, ekki nefnum það ekki held að hann er gert af einhver svona ammælispartíð núna hörp eitthvað heyri, en Maggi, hann áður hann var etru
og við erum að tala sko, þetta náttúrulega legend gaman að koma inn þegar Maggi Leikur kemur að horfa hérna ég ætla að leifa listunum þegar þú ert ekki með gleraugun það kom hérna manneskja niður og hann stóð svona og og starði á okkur þegar við vorum að tala saman og ég spáði að halda því inni sjá hvort ég hafi heyrt af því að hann segir eitthvað, hvað er í gangi hér? Í svona djóki og þá náttúrulega væntanlega held ég annarkvort ölvaður gæi eða bara skemmtilegur að flyttaður en sko, Maggi Leikur þetta er einn flottast plötusnúður sem við átt á Íslandi bara, þú veist og bara einn af þeim besti þetta við erum að tala þetta gæi sem var sko við erum að tala þessi maður var fluttur út í Berghain til þessi DJ í alvöru? En ég á minningu þegar ég var að byrja á príkinu í gamla þá er það gestur? Nei, hann er ekki áhugað þessu hann er mjög sérstakur og hann spáir í sko tíðinni sko, hann þolir ekki að barir og veitingastæðir sé með Spotify að spila og þegar tíðinin er sko fyrir honum átt að bara vera kassettu ég meina stemming heyrði, allavega, klippti það að þegar ég er í gamla dag að vinna á príkinu að þá sko var hann að koma eftir kannski einhvern túr guðskustúr eða DJ-set eða eitthvað þar sem hann var að spila Berghain bara og þá var hann ég meni gæðan, hann var fluttinn hann bara sóftur af dræfurum allan heim heyrði, klippti það þá kom hann og hann drakk alltaf það fá hérna tvöfalda Malibu í Fanta þetta var hans go-to drikkur áður hann fór heim að leggja sig Sweet Tooth á öðru leveli við þakkum fyrir og takk fyrir sko heimsóknina takk fyrir að gefa einu góða sögu talandi Syndasil, bara tvöfalda Malibu í Fanta og svo er ég fann að leggja mig og takk fyrir Guðskus þannig að sko ég var hérna með einhverja 2 fréttir en sko ég kannski bara fyrir eldsnögt yfir þær, þetta eru 2 fréttir fyrsta er að það eru alvarlegar ásakanir á hendur René Redzepi og Noma sá það og hvað, þú veist, hefur þú borðað þarna á Noma? Já, ég fari einu svona borðar og þá fórum við svona hátis þetta er einn vinsalasti og mest virti staður í heiminn. Nei, sorry, ég hef aldrei farið að borða Noma, ég fór í drikk þar fyrir ekki það var okkur að boða einu sinni til þess að fara að fá sér drikk þar en þar fengum við svona smá bara svona lítið með en það var bara, þú veist, en það var eiginlega bara lokað, það var eitthvað svona hátíðar partí. Og hvernig var? Þú veist, var góð drikkir? Já, þetta var bara mjög bara fín stemning en kláraði þess að frétta, ég er með skoðun hann, ég sá hana já, þetta er nefnilega einn vinsalasti staður í heiminum bara þú veist, þetta búið að vera vótið bara eitt besti veitingastæður í heimi bara ár eftir ár René hefur brugðist við ásökunum og viðurkennt að framkoma hans og árum áður hafi ekki alltaf verið ásættanleg hann segir að hann beri ábyrgð á því sem gerðist og hann hafi reynt að bæta vinnuumhverfið á síðustu árum þá hafi verið ráðist í breytingar á skipulagi vinnunar og lögð meiri áhersla á velíðan starfsfólks þannig að hann segir bara ég veit þú veist að ég var crazy en hvaða ásakanir er þetta samt ég er ekki alveg að fatta þetta þegar, sko, líka þetta er að vera að selja fyrirsögna nákvæmlega en máli er, má ég segja reitt ég þekki hann mann ekki neitt en ég þekki fólk sem þekkir hann og ég þekki fólk sem er með álíka jafningi metnað og hann passion og í vinnunni sinni og fyrir mér er þetta dálítið eins og þetta sé bara þú veist, í dag eru allir aumingjar ángríns þú veist, það vilja allir vera á fórnalum sem er allir galið það er allt microaggression og bara bla 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 máli er, ég sé alveg pældi því að sko að vera með sko, þú ert með 3 missil, þú ert með 3 missilustjörnur og virtast í staður í heiminum ár eftir ár að berja sig það að fá ekki bara stjörnu þetta líka að fá sko vótið fyrir að vera flotta sig og bestur í heimi ár eftir ár eftir ár eftir ár og halda í og þetta það er erfiðast það ég meina fólk hefur fyrirfæri sér, það veitum við og auðvitað verður þú veist ég trúið ekki að einhver kokkur eða einhver í veitingamræksanum ætla að vera ósamála mér að þegar þú ert komið þennan sko þessa kröfu á sjálfa þig á staðin, á starfsfólkið þitt og fleiri, að það verði ekki eitri vinnustæðamenning. En máli er, þú verðið daldið sem starfsmaður að fatta út í hvað þú ert að fara. Þú ert að fara í þetta. Að þegar, sko, ef að þú fer vinnu á svona stað, ef þú verður að vera í frontlínu á svona stað, með svona kokki og öðrum sem eru framúskarandi, að þá veistu að þú ert að fara í
þú ert heppin að hafa að vera í framlínu það er virðing fyrir sjálfa þig þetta er geggja status rétt einmitt og þú verður bara að fatta að þú ert að fara ofan í eitthvað sem er ekki sem er ekki stytting vinnuvíkunar hjá Reykjavíkurborg fattur ekki að meina þannig að þegar fólk er að koma að segja þá hefur þú bara bugast undir álæginu þannig ég ætla að segja, jú, gott hjá hann býðs afsökunar og hann þurfa að líta á sig og annað sem að hann þarf bara að segja en kröfunar eru þannig að þú verður að það má ekkert hníkra, það má ekki neitt klikka þannig ef að þú sem starfsmaður meikar ekki that's on you þannig ég segi, fuck off ég svo sammála og ég meina en er þetta ekki sammála öllu sem ég segi ég er genuinely sammála öllu sem þú segja þú verður bara dett inn í kröfunar en líka að þetta er greinilega búið að vera að virka þú veist þessi ég meina þetta er bara og ég meina þetta er vinsælasti staður í heiminum mest virti staður í heiminum hann er með búin allar þessar stjörnur ár þannig að þú veist, það er eitthvað að virka þarna ég meina kröfunar eru bara og ég ætla nú svo sannarlega ekki eina sekund að segja að Gunni kallar sér ofbeldismadur það er ekki ofbeldi ég ætla að klára bara þannig að mér skilis ekki það sem ég er að fara að segja takk en það er samt eins og Gunni kalli og hans fólk þú veist, þú ert að vinna hjá þeim það eru gera kröfur á par excellence og þú eru bara að halda því og stundu þarf aðeins að reiðast en þú þarft ekki að, ég meina þú þarft ekki að berja fólk það er að reiður er ekki ofbeldi en ef þú ætlar að halda góðum status þá verður líka að halda smá aga og það getur smítast út í það að einhver sem er ekki of harður í sér finnist að vera að beita ofbeldi sumir geta hort þetta öðru og svo eru bara nú er bara komið agan til þess að þóla þetta álag, nú er komið stáltaugar þú veist, það má líka horfa það þannig ég meina það er smá ölbuskólin einhverju leiti ölbuskóli, ég meina sús og sannarlega bara getur tekið fólk niður eða tók og gatt tekið fólk niður það er fullt af fólki sem hafa ofbeldi þú veist bara, nei, hún bara stappiði stálið þetta er bara, ég vil ekki heyra svona fréttir ég sé bara áfram gakk og meiri ægi og meira bara, þú veist, bara berjum stáltaugur í fólk ekki spurning, og ég meina hann er þannig komið svo af og hann er eitthvað, þú veist, að talað skap ofsaköst já, auðvitað, orð er það, skap ofsaköst maðurinn er bara reiðist og við sko fyrst sem ég hugsa hvað hafa þessi starfsmenn verið að gera til þess að verðskulda þessu ösku eitthvað hefur það verið en svo má heldur ekki gleyma því líka að þegar þú dettur og ég meina aftur í þetta þú dettur inn í svona losa og lokaðan heim það sem ert bara bestur í heimi þá dettur þú náttúrulega inn í einhverju litla búblu og ósjálfur oft verður kannski manneskja sem að fæðis ekki einhver narsisismi eða annað í, þú veist, það dettur inn í einhver áunni narsisismi kannski, þú veist, inn í þetta allt, þú veist, þú kannski fara að sína hliðar sem að þú kannski sýndir ekkert endilega áður þannig að þú veist, jú, gott að minna á það en að því sögðu, þú veist, og það er ekki verið að frétt í New York Times þetta var umfjöllun í New York Times hefði ekki bara freka verið góður starfsmannafundur þetta hefði verið bara góð umfjöllun í DFF sko, þeirra viðreisnarfólki þetta hefði bara verið eitt starfsmannafundur það sem bara svona, hey, smá intervention þú veist, þú ert kannski byrjar að fara yfir línuna ef það gerðist ég er ekki, ég er að segja frekar en umfjöllun í New York Times en ég held sko, að því ég hjá eftir að segja frétt og ég er náttúrulega að gera aldrei eins og þú veist, ég hjá eftir að segja, þetta verður gaman að tala í syndasilum svo náttúrulega setja ég þetta aldrei í nóts ef ég setja í nóts og eyði orð út en svo fór ég að reyna að fylgja þessari frétt hans eftir þetta er alveg einhverju dagar síðan hún kom út þessi frétt sko það er ekkert meira komið það er ekkert einhvað hann sagði bara sorry og meira fannst mér líka bara þetta fyrirsögnar sem var bara eins og sko þetta var eins og að það sko eitt eins og það hafi verið eitthvað ég hugsaði kynferðislegt ég hugsaði bara ok, hérna er ennið perrin ok, allt er lagi, mýtu hann fyrirsögnin ekkert mál, þú veist, gott bara perra út með perrana en þú veist, þetta var maður sem mæti með kröfur og stað sem og reiddist og hvað gerðist? Kannski hefur einhver idiot verið þarna alveg út af fucking aka sem gleymdi bara, sem að vakjupakka ekki rétt og einhver þjótt sem að bara, þú veist, var bara að fara með mat og vittlust borð og allt inni var standardin að minka út af einhverju hálfvita þjóni við segjum bara áfram okkar maður og meira svona, meira ægi ég skil afsökunarbeðnina að þetta er pólitískt bla 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 en meira ægi en ég vissum að hann sé ekki að fara að láta þetta stoppa sig og pælti hvað væri fyndið ef á næsta ári færi þetta ekki stjörnu af því að þú veist, hann þurfti að vera gett líbó já, það missir ég segja það, ég missi ekki að segja hérna og þá svona, ok, það var greinilega að virka en Ómar reynda að fóma skrítin leik sko, það sem voru eitthvað svona
þú veist, þess vegna var ég eitthvað svona, Gísli Matt að leika hann samanleik, en augljóslega er hann ekki að gera það var eitthvað, þeir sko lokuð og voru eitthvað, við ætlum ekki að opna aftur og svo eitthvað svona opnaðir aftur í einhverju öðru og eitthvað svona já. Það er hljómsveitir eiga til að gera þetta líka svona, þetta er eitthvað svona rýbranda við ætlum ekki að gefa út við taka tónlistan á Spotify eða við ætlum ekki að gefa hann alltaf opna aftur og sló aftur í gegn já, ég meina, og bara með aga og hann fær, veistu er þetta Sindasölur ársins? Já, ég raug bara so far já, so far þú veist, við erum komið 3 mánuðin í ári og við erum komið með contender já, mér líst vel á þetta en einhver önnur frétt að nú lókum með það? Nei, ég heldur við séum bara góðir af því að hún verður ekki toppuð þessi sko. Nei, þetta var bara ágætis í yfirferð líka ég bara þakka fyrir mig í dag við mætum aftur í næstu viku með ég ætla að segja ef við höfum dug í okkur að þá verði komin gestur með okkur næst jafnvel Símon, hver veit? Já, Símon stekkur inn og kannski einn annar líka samtil algjörlega eða ein, eða eitt eða eitt one never knows